En núna skulum við fara yfir fréttir dagsins. Kannski stærsta fréttin að virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar var dregið tilbaka. Það úrskurðarnefnd virkjunarmála sem að tók leyfið. Það nú bara stutt síðan að það var veitt, eða það sem við vorum með fréttir af því í gær, að Skeiða og Gnúpverjahreppur hafi samþykkt framkvæmdaleyfi til þess að vera hægt að byrja á virkjuninu og Landsvirkjun held ég hafi ráðgert að fara að byrja undirbúningi núna í júlí, en nú búið að fella það í burtu. Það var að koma bara hér fyrir örstundu síðan og það virðist vera að virkjunarleyfi sé fellt og gildi vegna þess að það stangist á við vatnatilskipun Evrópuráðsins sem að banna raunverulega straumvatni sé raskað. Ég veit ekki alveg hvað ályktin að draga þessu, en það hljómar svolítið eins og að það verið erfitt fyrir Landsvirkjun að fá raunverulega virkjunarleyfi fyrir nokkra virkjun ef að þetta eru mörkin, að það megi ekki raska straumvatninu því að virkjanir gera það svo sannarlega. Það hefur verið gegnumgangandi frétt þessa vikuna að Jón Gunnarsson líklega að yfirgefa dómsmálaráðuneytið. Það er svona gengið út frá því að hann hætti í ráðuneytinu og við erum undan honum þarna þar sem að hann var að kom í ráðuneytið, þar sem að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, rétt honum Blómvönd, Jón tók við á sínum tíma. En Jón búinn að vera í viðtölum í dag og í gær, en í morgun var hann alltaf að verða svona hvassyrtari. Hann upplifir það svolítið þannig að ríkisstjórnin hafi algjörlega gugnað á þeim málum sem hann vildi ná fram í gegn. Útlendingalögin sem hann náði að breyta hafi verið allt annað en hann hafi viljað, bara brota því sem að hann hefði viljað ná fram, og hann kennir VG þetta og hann talar að það sé algjört neyðarástand í útlendingamálum. Hann var á Bylgjunni í morgun að segja það að það mætti búast við að vera alltaf 6-7.000 hælisleitendur sem kemur til Íslands á þessu ári. Danir reiknuðu með 3.000 og Jón sagði að ef að Danir fengju jafnmarga hælisleitendur hlutfallslega og Íslendingar þá verði það 90.000 sem kemur til Danmerkur, og hann sagði það að þá verði herinn kallaður út til að gæta landamærana. Þannig er svona nú hamurinn á Jóni. Ég kannaði það vegna þess að í fyrra var Jón alltaf að ýkja svolítið tölu hælisleitenda, þannig ég kannaði þetta og hann nú ekkert svo fjarrilagi. Það eru komnir 1963, 11. maí, þegar síðustu tölur eru birtar á vef Útlendingastofnunar, og það má reikna með svona með sama áframhaldi, þá verða 5.500, þannig að 6.000 til 7.000 er ekki eins stóra ríkjur og Jón var með í fyrra. Það er önnur frétt sem er svolítið merkileg að það kemur núna sagt frá því eiginlega bara með nokkra klukktíma fresti að hinn og þessi ætla að fara að selja áfengi. Fyrst var það Costco og svo var það Hagkaup og svo var það Netto. Allir ætla að fara að selja áfengi og þetta er gert með því að er eiginlega leyfilegt núna að selja áfengi gegnum netverslanir, og ég býst við að þessar verslanir ætla að hafa þannig að þú getur keypt eða merkt við hvaða áfengi þú vilt fá í Costco, svo ferðu og sækir það. Jón, umræddur dómsmálaráðherra, hann hefur lýst þessu yfir að þetta sé bara löglegt og þetta verði ekkert stoppað, og fáir raunverulega stíðið fram til þess andmælis, sem er svolítið sérstakt vegna þess að áfengi búðir er eiginlega búið að vera svona gegnum gangandi fréttamál í áratugi, eiginlega svo lengi sem að ég man. Ögmundur Jónasson, hann steig hins vegar fram í hádegisfréttunum eða síðdegisfréttunum og andmælti þessu stórlega, sagði að þetta hefði alltaf verið stefna VG að standa gegn því að áfengi yrði selt í búðum. Það verið bara hluti af heilbrigðisstefnu stjórnvalda og bæri að standa við það. Þessar raddir heyrast ekki nema í fréttunum, nema frá Ögmundi, sem er svolítið sérstakt, því að sömuleyti hefur Ögmundur rétt fyrir sér að aukið aðgengi áfengi eykur neyslu. Það held ég að sé almennt viðurkennt og það er ástæða þess að Alþjóða heilbrigðisstofnunin og fleiri eru ekki fylgjandi því að Íslendingar rýmki áfengisöluna. Við þekkjum dæmi bara í nýliðinni sögu eins og þegar eru opnaðir tímar og auðveld aðgengið áfengi í löndum eins og Bretland og fleira, þá tvöfaldast neyslan og er gríðarlegt vandamál. Það er líka aukist hér, ég veit ekki hvort það hafi verið dregið eitthvað úr áfengisölu þóttið ATVR sæi það, því ATVR hefur fjölgað stöðum og lengt opnunartíma og svo náttúrulega er miklu auðveldra aðgengið áfengi út borg og bí.
hafi tvöfaldað neyslu Íslendinga á þessum tíma, þannig að það er erfitt að meta það hvort að það að þú getur farið að sótt áfengið þitt í Costco á sunnudegi muni auka það umtalsvert. En það er eins og í mörgum málum sem við verðum að benda á undanfarið, þá eru svona til stórmál, jáfnvel svona langvarandi deilumál í samfélaginu sem að þessa dagana einhvern veginn renna í gegn án umræðum. Þórdís Kolbrún, hún er á leið á utanríkisráðherrafund NATO, hún er búin að vera í viðtölum þar í dag. Þetta er það sem að framundan er að NATO þarf að taka eitthvað svona ákvörðun búa til einhverja samþykkt sem að virkar eins og Úkraína sé nærði að ganga inn í NATO. Úkraína getur ekki gengið inn í NATO vegna þess að NATO getur ekki tekið við löndum sem eru í stríði eða það sem eru landamæra erjur. En það er svona einhver hugmynd það að búa til einhvers konar þrep fyrir Úkraínu til þess að ganga inn í NATO. Og Þórdís Kolbrún orðaði þetta svona í fréttunum að það var ekki bara hagur Úkraínu að ganga í NATO, heldur væri það mikil hagur fyrir NATO að fá Úkraínu og fór að tala það að úkraínski herinn væri líklega besti her í Evrópu og þetta myndi styrkja NATO gríðarlega að fá þennan góða her inn. Ég hef ekki heyrt þessi rögg lengi, eða ekki áður. Það er gaman að fylgjast með þessu, hvað kemur út úr þessu. Það voru fréttir af því í dag að Boris Johnson, hann er í vondum málum í Bretlandi, það er komin á hann ákæra fyrir að hafa brotið sóttvarnarlög og logið að þinginu sem nú er að alvarlegra, þannig að öllum ljóst að hann braut sóttvarnarlög en það lá fyrir að hann fengi yfir sig ákæru fyrir að ljúga þinginu og honum yrði meinað að koma nálægt Westminster einhver tíma, kannski ekki líklega ævin á enda en einhvern ákveðin tíma þess svona vék hann að þingi, vildi ekki fá þetta yfir sig. Þetta er eitt af þessum málum sem við getum verið að fylgjast með, það sem er verið í málaferli við fyrrum stjórnmálamenn. Trump er hinum megin við Atlantshafið með sína ákæru, þar er hann ákærður fyrir brot á njósnarlögum sem er sami lagabálkur og Julian Assange er ákærður fyrir og raunverulega Snowden líka, þannig að maður veit ekki hvað verður þetta hjá Trump. Það eru fleiri stjórnmálamenn sem eru í vondum málum. Sarkozy var dæmdur daginn, hann var áfrýjunardómstóll sem staðfesti undirdóm, þar sem að hann þarf að vera heima hjá sér með ökklaband í heilt ár fyrir að stela úr kosningasjóðum. Og Berlusconi, hann dó í vikunni og var jarðaður í dag. Hann var í svona málaferlum eiginlega seinni hluta síns stjórnmálaferils. Lula sem er núna forseti í Brasilíu, hann var í fangelsi fyrir spillingamál. Þannig það eru mörg mál þar sem er verið að sækja fyrirverandi stjórnmálamönnum. Það var eitt svona áhugavert mál þar sem að Árni Múli Jónasson sem er framkvæmdastjóri Þroskahjálpar var að skamma Dag B. Eggertsson í fréttunum. Og máli var það að Dagur var eitthvað að segja sem svo að þess að vera að finna því að borgin var ekki að standa sig við skapa búsetuúrræði fyrir fatlaða og þá var Dagur að tala það að það veri lítill peningur sem að sveitarfélögin hefðu að þeir eru tekið yfir hennar málaflokk af ríkinu og fengið litla peninga með og hann hefði kannski frekar vilja að auka þjónustana með öðrum hætt og eitthvað slíkt og Árni Múli var ekki ánægður með þessi svör. Ég er með þetta hérna á blaði, hann sagði þessir einstaklingar eiga ekkert að þurfa að taka þann rétt sinn. Það eru ríki og sveitarfélög sem lögum samkvæmt eiga að greiða þetta eins og aðra þjónustu. Þannig að þessi framsetning er mjög ámælisverð og hún er villandi. Hún er á engan veginn samboðin borgarstjóra, finnst okkur, sagði Árni Múli. Það er frétt á samstöðinni að það séu 2500 Airbnb íbúðir í Reykjavík og 500 herbergi sem eru leigð út að meðaltali í 10 daga hvert og Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakanna, ræði þar hversu mikið álag þetta er á leigumarkaðinn, að séu svona margar íbúðir, þetta er eiginlega fleiri íbúðir, heldur reikna má með að verði komið inn á markaðinn, já bara á landsvísu á þessu ári, hvað þá á höfuðborgarsvæðinu og hvað þá í Reykjavík, þannig að fyrirferð Airbnb er gríðarleg í Reykjavík. Og það er bara eitt mál sem ég vil vekja athygli á í lokin sem er líka af samstöðinni. Þar er upprifjun á byssumálinu, svona tilefni af því að við erum að fara að tala vopnaburð lögreglunnar
þar rifjað upp forsaga þess að Jón fór og keypti byssurnar sem komu hingað til lands á leiðtogafundunum. Þarna þetta baráttan byssurnar og þetta nefnilega mjög merkileg forsaga af því að það var mikil andstaða gegn tilraunum Jóns og lögreglunnar til að vopnvæðast fyrir nokkrum árum og oftar en einu sinni, en svo þegar haldinn þessi leiðtogafundur og vopnin koma til landsins og Jón kaupir vopn fyrir 185 milljónir króna, að þá eins og það sé bara engin andstaða eftir.